við eigum okkar menningu, það ekkert aðinni, hún bara frábær, við eigum okkar gildi, við höfum gert frábæra hluti og ef þú hugsar tilbaka, ég orðinn 65 ára, ég hugsa tilbaka og segi bara vá, þetta var bara æðislega flott allt einhvern veginn, svo finnst mér núna bara búið að taka þetta í gegn á svona 10-15 árum að það eins og bara að hrista allt einhvern veginn til og það sé allt ómögulegt, kristinfræði bara skömm og við þurfum bara að koma einhverju vókisma í gang og við þurfum að transvæða sem flest börn, við þurfum að koma kynjafræði í skólana, við þurfum að láta börn í 3. árgangi fara að vita það hvernig það að fytla við sig og hreyfa við sig. Hvað vitleysa þetta? Það okkar frambúð til dæmis alveg með allt klárt. Við segjum bara upp öllum samningum við samtökin 78 kynjafræði ef að fólk telur, það finnst mér skipta öllum máli, ef að foreldri telur að barnið sitt þurfi að fara í slíka kennslu, þá eru samtökin 78 með skrifstofu sem þau mjög örugglega vilja kynna fólkinu fyrir. Margir segja, við erum þegar farin að lenda í þessu og við sjáum það bara, við sjáum bílageymslu árás í kjallaranum, þar sem mér skilst að sé nú eiginlega bara óvenjulegt að sjá ekki 15-20 araba á svæðinu daglangt í borgartúrinu. Þar til dæmis hafði sambandið með lögmaður sem sagði, ég þarf að fylgja starfsfólkinu, það að segja konunum, niður í bílakjallara. Hvað áttu við sem þetta sé viðvarandi ástand? Það ekki bara verið þarna eitt kvöld sem það hefði hist til þess að gera upp þetta sætt? Nei, þeir eru þarna. Já, þeir eru þarna. Og nú kom besta sönnunin á því var svo að það allt í einu búið að auka gæsluna í þessum kjallara. Hvers vegna var hún allt í einu aukin þó að þau bara kannski átt að vera eitt skipti? Það vegna þess að þetta var orðið viðvarandi vandamál. Þú myndi að þetta sé þá bara einhvers konar afdrep fyrir þá þar sem þeir hanga eins og maður hekk í sjoppunni. Já, nákvæmlega. Okay. Hittast þar á bílunum sínum og taka myndir og vídeo og þetta snýst náttúrulega svolítið svona svo kallað sko að láta sjá sig og gera vart við sig og annars líkt sko. Þarna kannski ekki eins kalt eins og úti að þeir geta verið þarna inni. Þetta er ekkert óvart, eða þetta gerist ekkert óvart. Við sjáum, ég byrti mynd á síðunni hjá mér, þar sem ungu drengur, ég veit ekki, 16-17 ára, tekur upp hníf og sker gamlan mann í strætó. Þú veist, sáu við þetta eitthvað? Allt í henni sé ég bara fyrirsögn í Morgunblaðinu í gær að unglingar eru farnir að óska eftir sjálfsvarnar námskeiðum í skóla. Já, mitt. Tengirðu það við þetta? Já, engin spurning. Kennari kemur til mín úr fjölbrautaskólanum í Breiðholti og hún bara hrædd að missa vinnuna og segir bara þú mátt ekki hafa neitt eftir mér og hún vildi bara tala við mig úti á götu og ég segi bara hvað komið í gang og hún segir það þarna gangandi gangana ákveðnir aðilar, þeir ekkert rosalega margir en þeir ráða öllu. Þeir horfa niður á okkur konunnar svo gjörsamlega að við bara forðumst það og við löpum bara til hliðar þegar mæta. Flest allir nemendur eru skítræddir við þá. Já. Ég held þetta sé engin svona hearsays. Ekki ef að kennari kemur til mín og segir þetta. Nei. Þetta vandamál. Hún sagði við mig, ég haldi ekkert áfram í þessu skóla. Svona ástandið í Breiðholtsskóla. Ég vinn við fasteignasölu, vinn með fasteignasölum og í kringu fasteignasala. Það mjög oft hringt til okkar og spurt eigiði lausa íbúði til leigu. Og upp á kafinni kemur að það nágranna sveitafélag Reykjavíkur að leita íbúði í Reykjavík. Og ég hugleiti þetta ekkert svakalega mikið fyrst. En síðan fór ég átta mig á því. Getur verið að sveitafélagin séu að losa sig við aðila úr sínu sveitafélagi því að það að renna út tíminn þar sem að ríkið borgar með viðkomandi og koma honum yfir í annað sveitafélag þar sem hann staðsettur þegar að styrkurinn farin. En þetta nú bara svona kenning hjá þér. Sko, það verður enginn sagt mér jáfnveld að losa við það. En af hverju Garðabær að ringja í kúnnana mína og vil leigja íbúð, borga allt með viðkomandi í 1 ár, af hverju að fara með hann til Reykjavíkur ef hann í Garðabæ? Er það kannski bara því að það laus íbúð í Reykjavík? Ég held að þetta sé bara þannig að sveitafélögin þeim óar við að fara að taka við öllum þeim kostnaði sem fylgir þessum hóp.